We will start in like 3 minutes. If you're an English speaker in here and you prefer English or Icelandic, Friðberg is going to be translating in the back. And next to him, Friðberg's in the red shirt over there, and on that table there are translation devices. Some of them have 2 earplugs and 1 device. Just keep that in mind. And yeah. Yes. Jæja, herru, við skulum byrja þetta. Eins og við byrjum á í senastu viku þá ætlum við að byrja að opna með samkomur okkar með spurningum sem eru svona frá, ég veit ekki eins og hvað góð þýðing á catechism, en katakísis ætti að vera gríska orðið, þannig að við notum það bara, katakísis. En það ekki gríska orðið, katakísis, jú. Þannig að við ætlum að opna með spurningu 2 og dvelja á vessi og hugmynd okkar með þessum spurningum og þessum svörum og þessi vessi sem við erum að lesa er að minna okkur á af hverju við erum komin, af hverju við erum að lofa Guð, út af því að hann hefur elskað okkur fyrst. Þannig að við skulum lesa spurningu 2. Hvað þarf þú að vita til að lifa og deyja í gleði þessarar vonar? 3 atriði. Í fyrsta lagi hversu mikil synd mín og eymd er. Í öðru lagi hvernig ég frelsast frá öllum syndum mínum og eymd minni. Og í þriðja lagi hvernig ég á að þakka Guði fyrir slíka frelsun. Og ef við lesum Rómarbréfið 6, 8-14. Ef við erum dáin með Krist, trúum við því að við munum og með honum lifa. Við vitum að Kristur, uppvakinn frá dauðum, deyr ekki framar. Dauðinn drottnar ekki lengur yfir honum.
Með dauða sínum dó hann frá syndinni í eitt skipti fyrir öll, en lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skulu þið og láta þið álíta sjálf ykkur vera dáin frá syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Látið því ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama ykkar, svo að þið hlýðnist kindum hans. Ljáið ekki heldur syndinni limi ykkar sem ranglætisvopn. Nei, ljáið heldur Guði sjálf ykkur lifnuðum frá dauðum og limi ykkar sem réttlætisvopn. Synd skal ekki ríkja yfir ykkur, þar eða þið eruð ekki undir lögmálinu heldur undir náðinni. Heilagur Faðir, við þökkum þér fyrir það frelsi sem þú hefur keypt fyrir okkur með syni þínum Jesú Kristi sem kom í okkar stað og dó fyrir okkar syndir. Ég þakka þér fyrir náðina og miskunn, það sem við erum komið saman í dag til þess að fagna, til þess að tilbiðja, til þess að muna eftir því að þú ert náðugur, að við erum hér í dag sem einstaklingar og sem söfnuður trúara út af því að þú hefur frelsað okkur, út af því að þú hefur veitt okkur styrk þegar við áttum engan styrk. Og ég bið Drottinn að þú hjálpir okkur, ekki hér í dag vera bara fólk sem að syngur hversu undursamlegur þú ert með að sjást með hvernig við notum líkama okkar. Hvernig við notum líkama okkar til þess að blessa aðra, hvernig við notum líkama okkar til þess að vinna vel. Megum við leitast eftir því í öllu okkar lífi að gera þig dýrlegan fyrir það líf sem þú hefur gefið okkur, fyrir þá náð sem þú hefur veitt okkur. Ég bið að blessa okkur og varvita og leiða. Ég bið að styrkja og ég bið hér í dag að þú opnir hjörtu okkar fyrir þeim sannleik sem við syngjum sem við predikum Og Drottinn, ég bið að þú heilagur andi komir og sannfærir synd, réttlæti og dóm. Að þú sýnir okkar eymd okkar, en líka að þú sýnir okkur það verk sem þú hefur framið á okkar hálfu til þess að við getum fengið frelsi frá þessari eymd og hvernig við eigum að fara út og fagna því að þú hefur leyst okkur undan bölvun syndarinnar. Ég bið Drottinn að þú styrkir líkama okkar, þú vinnur á hug okkar og hjarta og þú styrkir okkar hendur til þess að lifa þér til dýrðar í Jesú heilaga nafni. Amen. Við skulum standa upp og við skulum syngja saman þessi lög hér í dag. Here is love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us his precious blood, who his love will not remember, who can cease to sing his praise. He can never be forgotten through our hands eternal day. The mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy, flood of vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers, poured incessant from above. Heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Let me all thy love accepting, love thee ever all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shalt be my glory, nothing in the world I see. Thou
thy word and thy grace. My need is meeting as I trust in thee, my Lord. Of thy fullness thou art pouring thy great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart to thee. Við þá höfum mikinn æðstaprest sem farið hefur í gegnum himnana. Jesú Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. Ekki höfum við þann æðstaprest eigi getur séð aumur á veikleika okkar, heldur þann sem freistað var á allan hátt, eins og okkar en án syndar. Göngum því með djörfung að hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskunn og náð þegar við erum hjálparþurfi.
Fyrsta Korinthubréf 1:26-31 segir: Minnist þess systkin hvernig þið voruð þegar Guð kallaði ykkur. Mörg ykkar voru ekki vitur af mannadómi, ekki voldug eða ættstór, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gera hinum vitru kynróða og hið veika í heiminum til þess að gera hinum voldugum kynróða og hið lítilmótlega í heiminum. Það sem heimurinn telur einskisvirði hefur Guð útvalið til þess að gera að engu það sem í metum. Enginn maður skyldi hrósa sér fyrir Guði. Honum það að þakka að þið eru í samfélagi við Krist Jesú. Hann orðinn okkar vísdómur frá Guði, bæði réttlæti, helgun og endurlausn. Eins og ritað sá sem vill hrósa sér, hrósi sér í Drottni.
við gerum sem kirkja að við horfum á allt okkar líf sem lofgjörð, ekki bara söngurinn eða predikurinn eða hvað sem við gerum hér á sunnudum, en við trúum því líka sem kirkja að við viljum taka þátt í sem söfnuður trúara að vera blessun fyrir það umhverfi sem við finnum okkur í. Það er ótrúlegt bara að hugsa til þess að við erum 5 ára gömul kirkjan í dag og það var ekki mikið pening fyrstu árin af kirkjunni og líka bara að hugsa til þess að það sem kom með skráningunni meðal annars að byrja að detta inn peningur frá ríkinu og eitt af því sem við höldum í sem kirkja er að við viljum ekki að ríkið sé með einhvers konar streng til þess að toga í innan kirkjunar, þannig að við viljum ekki nýta þennan pening til þess að hjálpa okkur, heldur alltaf að nýta þennan pening til þess að hjálpa þeim sem eru í kringum okkur og það pluss gjafir ykkar hverjum sunnudegi gerir það verkum að líklegast eftir að þetta ár er að enda komið þá erum við búin að gefa meira frá okkur á þessu ári heldur en örgulega allur peningurinn sem við tókum inn á fyrstu 2 árum kirkjunar sem mér fannst bara ótrúlegt að hugsa að Guð skildi leyfa okkur að vera komin á þennan stað og hluta því sem við höfum til dæmis verið að gefa á seinasta ári þá náðum við að styðja Taras Telkovski sem er að byrja kirkju í Hvíta-Rússlandi sem er frekar erfitt út af því að ríkisvaldið í Hvíta-Rússlandi er rosalega stórt og þú þarft mjög mikið að leyfum frá kirkjunu annað eins en það sem Taras Telkovski er búin að vera að gera meðal annars á þessu ári er að það eru opnar dyr fyrir hann til þess að koma inn og tala hvað kristin trú er frá siðbótarsjónarmiðinu eða frá mótmælendarhliðinni og það er fólk þar í landi kannast við kaþólsku hliðina kristinni trú og hann fær að koma inn í alls konar háskóla og skóla til þess að tala við krakka hvaða er sem að siðbótin snýrist og annað eins og það er alveg ótrúlegt að sjá bara myndinar ég hef ekki verið nógu góður að senda myndinar á hópinn að lofstofan vinir svo að þið getið séð en ég skal reyna að bæta mig í því en að sjá hundruði krakka sem eru að fá að heyra fagnaðarerindið að við trúum að við erum rétt að þetta náð fyrir trú og að helgun er eitthvað sem gerist í kristanlífinu en er ekki samtvinnað náðinni eða frelsun okkar að frelsun okkar er ekki byggt á hversu helguð við náum að vera því að ef það væri svo þá væri þjórinn á krossinum við hliðina á Jesú Kristi ekki með mikla von eina sem hann hafði var trú og mætt var af náð frá Jesú Kristi og við trúum að við erum frelsið af náð fyrir trú og fá að fara inn í skóla og segja frá þessu og að skólanir sé að biðja hann að koma til að segja frá þessu hann er svolítið klikkaður gaur, ég veit að það var marathon hinn í gær á Íslandi en fyrir 500 ára afmæli siðbótanna það var haldið upp á í október á seinasta ári 500 ára afmæli siðbótanna þá held ég hann að ákveða að hlaupa 500 kilometra á 5 dögum hann er svona svolítið klikkaður gaur en meðal annars þá voru fullt af fréttastofum í Hvíta-Rússlandi sem gerði viðtöl við hann af hverju hann var að hlaupa svona mikið og hvað hann var að gera þetta fyrir og hann fekk að vera í sjónvarpsstöðvum landsins að segja frá fagnaðarerindinu og segja frá þessu konsepti hvað siðbótin snýrist og annað þannig að það er ógeðslega töff að við fáum að taka þátt í svona först á okkar eyju hér í dag okkur skeri í Atlantshafinu þá fáum við að taka þátt í svona fyrir gjafmildi kirkjunar ég ætla ekki að tala svona mikið eða lengi hér í dag en mér langar að biðja fyrir kirkjuna okkar að sérstaklega þennan hátt að við förum með visku sjáum vel þær blessanir sem að Guð veitir okkur í hendur og að biðja sérstaklega fyrir menntaárinu sem er að byrja krakki minn er að fara að byrja í skóla í fyrsta skipti og ég veit að margir eru að fara annarkvort í menntaskóla eða háskóla aftur og Elliot er meðal annars komin til okkar fyrsta samkoman hans í dag lendi fyrir 2 dögum þannig að ef hann sofnar við trommusetti þá bara vitið þið hvað gerðist en það sem við erum að fara að byrja að gera sem kirkja er að ná til háskólanema og Elliot ætlar að hjálpa okkur að setja upp svona eitthvað svona trúboð eða þjónustu til háskólanema sem er í háskólanum þannig að mér langar að biðja fyrir skólaárinu og bara því að Guð megi blessa okkur og fyrir ykkur sem geta gefið og þá sem eru kannski í stöðu að ég geta ekki gefið við skulum biðja heilaga Faðir ég þakka þér fyrir náðina og miskunn og trúfesti ég þakka þér fyrir að við þurfum ekki að leita okkur að dæmi til þess að gefa heldur sjáum við það sem þú gerði fyrir okkur á krossinum það sem þú komst þú gafst son þinn engillinn til þess að deyja fyrir okkur sem átti skilið alla lofgjörð og alla dýrð en hann kom til að leggja líf sitt niður fyrir þá sauði sem hann hefur keypt með blóði sínu og við þökkum þér fyrir þína gjafmildi þrátt fyrir að þú ættir rétt á dýrð og heiðri en þá komstu til þess að leggja líf þitt niður
Ég bið Drottinn að þú meir drífa okkur áfram, en megum við vera fólk sem er ekki í sektarkennd eða í svona skildu að leitast eftir að leggja líf okkar niður, heldur megum við horfa á það sem þú hefur nú þegar gert fyrir okkur og vera með nóg til að halda áfram og elska maka okkar vel og krakka okkar vel, hvort annað vel og jafnvel að elska þá sem að bölva okkur eða hata okkur, megum við elska vel því að við höfum besta fordæmi í þessum heimi sem er sonur þinn, Jesús Kristur. Og mér langar að biðja sérstaklega fyrir kirkjun okkar í dag, fyrir þeim háskólanemum eða grunnskólanemum eða þeir sem eru að fara í menntaskóla, að við megum vera ljós þar sem við erum á meðal fólks. Megum við leitast eftir því að vera salt og ljós inn í okkar umhverfi. Megum við leitast eftir því að gefa þér dýrina ekki bara með söng okkar hér á sunnudögum eða í þessa 1,5 tíma heldur. Megum við leitast eftir því að taka þátt í því verkefni sem þú hefur sett fyrir kirkjuna út allan heim, sem er að fara út og gera lærisveinar. Megum við hafa augun opin fyrir tækifærum til að segja frá því sem þú hefur gert. Megum við dvelja í þínu orði og megum við myndast, megum við vaksa í helgun til að líkast þér betur og megum við geta komist á þann stað að við getum útskýrt og fært rök fyrir þeirri von sem í okkur er. Og ég bið fyrir öllum nemendum okkar hér í dag að þú notir þá sem ljós inn í þeirra umhverfi og sérstaklega þegar við förum núna í að reyna að ná til Háskóla Íslands að þú notir Elliot og þá nemendur sem eru í Háskóla Íslands til þess að vera ljós inn í þeirra umhverfi í Jesú heila nafni. Amen. Þannig ég ætla að láta baukinn ganga og ef þú ert nýr eða ný hér í dag að þá endilega taktu svona spjald og fylltu þau út eða þeir eru saman við fáum að við lesum þetta yfir til að sjá hvort þið séum með eitthvað spurningar og væri gaman að fá að heyri þér eftir samkomuna. En það láta báðu ganga og ef þið viljið gefa mig korti þá er kortavélinn þarna út í horni. Já, skal bara gera það eftir þegar fólk er búið. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do, to honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do, to honor you. You are my King.
You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. To honor you in all I do, I honor you. Amen. Herðu, við skulum, við ekki bara gefa tónlistarfólkinu gott klapp. Eða Guði gott klapp. Þrátt fyrir að, En það eru nokkrar tilkynningar. Ef þið eru að leita okkur heimahóp, þá endilega tala við mig eftir samkomu. Það sem við förum bara í Biblíuna. Það eru konuhópar, það eru karlahópar og svo eru blandaðir hópar og fleiri að fara að byrja. Þannig að ef þú ert að leita heimahóp og það eru mismunandi tungumálum líka, ensku og íslensku, þá endilega tala við mig eftir samkomuna. Ég verð hérna hjá borðinu. Svo ef það eru einhverjar spurningar eða bænir sem eru með, eða það eru að gangi í gegnum eitthvað sérstakt, eða það er eitthvað sem að við sem kirkja getur hjálpað að gangi í gegnum vel, þá endilega tala við mig líka hérna eftir samkomur og spurningar af hverju við gerum hlutina, hvað við vorum að gera, af hverju við gerum þetta svona en ekki hinsegin og hvað sem er. Alla spurningar velkomnar, ég verð hérna til hliðar eftir samkomuna. Svo er það meðlimatími. Við erum örugglega eina af mjög fáum, ég held að segja einönnur kirkja sem gerir þetta hér á landi, sem þýðir að við horfum á meðlimi og svo horfum við á þá sem að koma á samkomur annað staðið. Og það sem að gerist í meðlimatíma er að við förum yfir hvað við trúum sem kirkja, hver einkenni okkar eru, hvert við stefnum, út af við erum ekki að gera lítið úr því að þú sért ekki kristinn eða eitthvað svoleiðis ef þú kemur í meðlimatíma, heldur viljum við að ef þú ert að koma frá annarri kirkju, vita hvert við sem kirkja erum að stefna. Þannig að okkar markmið er að búa til lærisveina, sem þýðir það verkum að við munum nota fjármuni okkar og athygli okkar á öðrum sviðum heldur en margar aðrar kirkjur. Þannig að ef þið langar að vita meir hvað við trúum, af hverju við trúum því, hvað gerur okkur öðruvísi frá öðrum kirkjum, þá endilega komið á meðlimatíman. Fyrsti sunnudagurinn í september og meðlimatími byrjar 17:30 og það er hana pizza inn á milli. Þannig að ef þú hefur ekki mikið áhuga á kenningum en þú ert að fíla pítsur, þá endilega láttu sjá það á meðlimatíma. Svo er það meðlimafundur fyrir þá sem eru nú þegar meðlimir og meðlimatíminn er á íslensku í þetta skipti, næsti mánuður verður á ensku, þannig að þú ert að leita þér að því. Svo er það meðlimafundurinn sem er fyrir núverandi meðlimi, þá er hann að fara að vera 9. september, annan sunnudaginn í september og klukkan 17:00 við ætlum að kveikja á grillinu og við ætlum að koma með á grillið, borða og svo tala svona breytingar sem við viljum sjá eiga sér stað núna á næstu mánuðum og fá input frá öðrum varandi það. Þannig að endilega meðlimur hafði það í huga hérna annan sunnudaginn í september. En annars, fyrir utan það, þá er lítið sem við þurfum að tala og ég vil ekki bara hoppa í aðra spurningu okkar í 10 vikna kennsluseríu okkar sem er spurningar varandi trúna. Seinasta vika var hvernig veist þú að trú þín sé rétt
og spurningin þessa vikuna hvað að gera lærisveina og hvernig lítur það út. Og við ætlum að demba okkur í Matteusarguðspjall 28. kafla. Raggi, ert þú til í að biðja fyrir okkur bara að við séum með opin hjörtu fyrir að heyra orð Guðs? Jesus, þakka fyrir að þú frelsari, þú frelsar syndara, þú frelsar þá sem treysta sig ekki á eigið réttlæti, heldur gefur okkur réttlæti, Faðir, og þetta réttlæti notar þú til að koma fram með vilja þínum í okkur. Jesus, þú fyrir því að við sem erum kristinn ætlum huggulega hvað það að vera lærisveinn og hvað það að lifa þannig að við elskum fræður okkar og systur það mikið að við viljum að sjálfur vaksa. Og við vitum, Faðir, að það þú sem gefur vöxtum, það ekki við eða kirkjan eða eitthvað sem við trúum sérstaklega heldur að þín andi sem að býr innan í öllum kristumönnum til þess að gefa okkur að vaksa. Hjálpa okkur að hlýða kallinu að gera lærisveina. Hjálpa okkur að hlýða orðu þínu, að trúa þér og treysta þér að þú munir vel fyrir sjá, jafnvel þó að ósokkur strenging hvaðana getur komið fyrir okkar líf. Það þú drottinn sem að rétta okkur og fullkominn og elska og þú frelsari í Jesú nafni. Herri, já, ég var næstum búin að gleyma. Það barnastarf, þannig að Jóhann ætlar að sjá barnastarfið okkar. Ef við erum með krakka sem að hafa áhuga að fara með Jóhanni í barnastarfið þá endilega fylgi henni út. En annars ætlum við að fara í Matteusarguðspjall 28 og mér finnst það skondið að þetta var ekki planað að þessi spurning var á þessum degi eitthvað sérstaklega, en ég man eftir að þegar við byrjum sem kirkja þá var þetta fyrsta vessið sem við fórum í að tala þegar við vorum með fyrstu samkomu okkar. Við vorum að hittast í húsnæði Bænahússins við Skútuvog 12G eða eitthvað á annarri hæð yfir, ég held að vera bílamálningastöð niðri sem að fannst lyktin að því á sunnudögum og sem gerði samkomur frekar skrautlegar. En við ætlum að fara í þessi sömu vers. En lærisveinir 11 fóru til Galileu til fjallsins sem Jesus hafði stemt þeim til og þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu. En sumir voru í vafa. Og Jesus kom til þeirra, talaði við þá og sagði: allt vald mér gefið á himni og jörðu, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Hugsun mín þegar ég les þessi vers að kristna lífið þar sem hið venjulega og yfirnáttúrulega mætast. Eitthvað sem einfalt og hversdagslegt eins og að borða og drekka. Þá getur þú hugsað versin sem að Páll skrifar og hann segir: hvort sem þér því etið eða drekkið, og svo kemur þessi setning, eða hvað sem þið gjörið það Guði til dýrðar. Og allt í einu byrjar hversdagslegu hlutur að líta út einhvern veginn yfirnáttúrulega. Að það sé yfirnáttúrulegur og eilífur tilgangur með öllu því sem við gerum í okkar lífi. Og það sem þú í þinni máltíð getur stoppað og minnst góðmennsku Guðs og þörf okkar á blessunum hans til að lifa. Þar sem samtöl veðrið geta fæst yfir í að vera samtöl fagnaðarerindið og haft eilífar afleiðingar fyrir persónu í för með sér. Og fyrir mörgum kristna lífið örugglega mjög venjulegt líf. En í raun það að í okkar venjulega og daglega lífi þá tekur það á sig yfirnáttúrulega mynd sem hefur eilífan tilgang í litlu hlutunum sem við gerum. En í dag þá erum við í annarri spurningu okkar að kennsluseríu kirkjunnar sem að snúast spurningar sem heitir einfaldlega spurningar. Því miður þá spurningin þessa vikuna sem hvernig á að gera lærisveina og hvernig lítur það út. Því miður þetta spurning sem að það eru ekki margir sem spyrjum þessa spurningu. Þetta spurning sem að ég lét inn út af því að mér finnst eins og þetta sé spurning sem fáir pæla í og spyrja Það eru ótrúlega margir kristnir einstaklingar sem horfa á líf sitt sem venjulegt og þetta venjulega daglega lífs lendir aldrei í árekstri við yfir náttúrulega yfir daginn. Og ef þú myndir spyrja marga kristna eða jafnvel leiðtoga yfir mismunandi kirkjum hvað snýst kristna lífið, að þá það svona basic að fólk veit að já að biðja og já að lesa og ég held ég að mæti kirkju líka.
Og það eru margir sem halda að þetta sé það sem að kristna lífið snýst að biðja, lesa og mæta í kirkju. En ef þú myndir spyrja, en þessi vers sem við erum að dvelja á í dag, þau eru seinustu orð Jesú Krist áður en hann stígur upp til himna. Hann að fara upp til himna, hann að skilja lyklana í höndum Páls og postulana sem að hafa í gegnum Guðspjöllin gert alls konar mistök. Pétur, gæinn sem stendur þannig og heyrir þessi orð fyrir nokkrum dögum var að afneita Jesú Kristi fyrir ekkert að fylgja honum til dauða eins og hann sagðist alltaf að gera. Jesús að stíga upp til himna og þetta það sem Jesús Kristus segir við lærisveinana sína. Þetta verkefnið. Og hér sést augljóslega að verkefni hans að búa til lærisveina. Það var ekki til þess að fá fólk til að mæta á samkomur eða til að lesa eða til að biðja. Nú, við getum alveg gert rauk fyrir því að það sem felur í sér að gera lærisveina að mæta á samkomur, að lesa og að biðja. En að vera lærisvein Jesú Kristi meira heldur en bara að lesa Biblíuna, og að vera lærisvein Jesú Kristi meira heldur en bara að mæta á samkomur, og að vera lærisvein Jesú Kristi meira heldur en bara að biðja. Verkefni var að fara út allan heim að gera lærisveina. Og það geta falið í sér að gera þessa hluti, en það ekki það sem allt dæmið snýst Og ef við horfum á versin í dag, þá þetta svona margföldunardæmi þar sem við sjáum okkur inn í myndinni. Þetta farið þið út og gerir lærisveina. Hluti af því að gera lærisveina að kenna þeim að halda það sem Jesús Kristur hefur kennt þeim, og hluti af því verkefni að gera lærisveina. Þannig að farið þið út og gera lærisveina, og þeir fara út að gera lærisveina, og þeir fara út að gera lærisveina. Og því miður í þessu verkefni og í því að við kirkjan í heild sinni hefur mist af því að okkar verkefni meira heldur en bara mæta samkomur eða lesa og biðja, að þá hefur Herbalife verið að stunda betur að gera þetta margföldunardæmi heldur en kirkjan. Eða einhvers konar annað fyrirtæki sem gerir svipaða hluti og Herbalife. Þeir eru að standa sem mun betur í því að gera lærisveina, ég veit ekki hver á Herbalife, en það einhver gaur hann á toppnum, einhvers staðar sem að líklegast, ef þú kemst inn í Herbalife, þá ferðu að horfa upp til hans og annað eins. En kirkjan hefur sætt sig við að mæta á samkomur. Og þegar við byrjum þessa kirkju, þá ég hafði ekki hugmynd hvað faldi í sér að byrja kirkju. Ég búin að vera frelsaður í 2 ár á þessum tímapunkti, þar sem að augum mínu opnast fyrir því að kristin trú ekki bara að trúa að Guð sé til, þegar ég veit að djöfullinn trúir því að Guð sé til, og ekki bara að deila leikföngunum með öðrum krökkunum og vera góður. Heldur áttaði mig á því að vandamálið við kristin trú að ég ekki góður. Ég get ekki öðlast með eigin réttlæti að komast til Guðs, og kristin trú öfug. Það sem Guð kemur til mín í þörf minni, eins og við vorum að syngjum rétt áðan. Þannig að ég vissi ekkert hvaða fól í sér að byrja kirkju, og ég gerði það sem allir einstaklingar gera, sem að fara á Google og segja how to start a church. Og það voru heimasíður sem við vorum búin að gera checklista. Ég átti að prenta út nafnspjöld til dæmis, það sem stóð á Pastor Gunnar, og ég átti að kaupa hljóðkerfi og mikrofóna, annarkvort Sennheiser eða Shure, og fólk var búin að alveg pæla í hvernig ég átti að gera kirkjur. Eitt af því sem stóð upp úr fyrir mér var að ég átti að gera verkefnalýsingu fyrir kirkjuna. Gera mission, vision and values, eins og það kallast á ensku. Ég átti að segja hvað kirkjan okkar átti að vera og hvað verkefni okkar átti að vera, sem mér fannst mjög undarlegt út af því að ég held að verkefnið hafi verið eiginlega það sama senustu 2000 ár, sem þetta. Farið út og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Og það sem áhugavert við þessi vers hvernig lærisveinar Jesú Krist brugðust við þeim. Þeir voru með sömu verkefnilýsingu og við, og það sem þeir gerðu var að fara út og byrja kirkjur hvert sem við fóru. Svo ég var að pæla í hvað ætti verkefnalýsingin okkar að vera, og ég byrjaði að skoða aðra heimasíður hjá öðrum kirkjum sem hafði gert eitthvað svipað, og ég áttaði mig á því að flestar kirkjur voru að reyna að segja þetta á einhvern veginn öðruvísi hátt. Reyna bara svona að búa til nýtt atriði til þess að gera verkefnalýsingu fyrir kirkjuna. Og það sem ég endaði með að ég vil að kirkjan okkar sé söfnuðu trúara sem að vaksa upp á við, inn á við og út á við. Og endanum að gera alla þessa hluti Guði til dýrðar. Þannig að ég veit að margir hafa spurt mig hvað þetta U, I og U og kross í logoðun okkar, að þá það þetta. Við viljum vera kirkja sem vex upp á við og inn á við
og út á við. Það er að segja upp á við, við viljum þekkja og elska Guð betur, við viljum líkast honum betur, inn á við viljum tengjast inn í samfélag trúara, við viljum bera hvort annars byrðir, við viljum elska hvort annað vel og út á við viljum fara út og segja öðrum frá og gera lærisveina til þess að þau veru hluti af þessu verkefni okkar og á endanum viljum við gera alla þessa hluti Guði til dýrar. Ekki til þess að gefa einhverjum gaur dýr sem að nær kannski að fara út ekstra vel eða kannski the life of the party eins og við sagt eða eitthvað svoleiðis, heldur að endanum að þá kreditlisti sem kemur fyrir líf okkar og eini gaurinn sem fær kredit Jesus Kristur. Það hann sem gerði leið, það hann sem frelsaði okkur. Þannig að við viljum gera þessa hluti og þar kom nafnið loftstofan inn í myndina. Ég sá að lærisveinir þeir heyrðu þessu orð og þeir fóru inn í loftstofuna. Og þetta auðvitað sama loftstofan og þau voru með máltíðina sína, seinustu kvöldmáltíðina með Jesú Kristi. Þegar sem þau brautu brauðið og hann sagði þeim að þetta væri mynd upp á það sem hann væri að fara að gera á krossinum. En þeir fóru þar inn og þeir biðu eftir komu heilags anda. Þannig voru 120 lærisveinar í þessari loftstofu að vaksa í samfélagi við hvort annað, inn og við. Þeir voru að beina bænum sínum til Guðs sem var upp á við og þegar að heilagur andi kom, sem mér fannst áhugavert, að þá voru viðbrögð þeirra ekki heilagur andi kominn, skulum finna okkur hljóðkerfi og við skulum hafa samkomur reglulega hér í loftstofunni. Heldur voru þeirra viðbrögð að þeir fóru út allt og þeir byrjuðu kirkjur. Ég held að Matteus, það eru tvær mismunandi sögur hvernig Matteus dó. Sagnfræði kristinna trúar svolítið erfið á þessum byrjunar árum og það var að vera að slátra þeim frekar reglulega. Þannig að 300 árum eftir að kirkjan byrjar þá kemur Eusebius sem sagnfræðingur og hann að reyna að segja frá hvernig Matteus dó. Og einn segir að hann dó í Eþíópíu einhversstaðar og þú horfir þú getur farið á Google Maps og þú getur googlað hvar dóu lærisveinir og þú sérð punktana það sem að sagnfræðin segir að þeir hafa dáið. En þú sérð til dæmis með Matteus og þá sérðu að það eru sumir eins og Matteus sem 2 mismunandi punkta því að það ekki alveg nákvæmlega vitað. En viðbrögð þeim við komið heilags anda var ekki bara að vera þarna allt sitt líf, heldur fóru þeir út og þeir dóu margir fyrir trúna sína. Þeir fóru að boða þessa trú. Og þannig að helstu punktarnir mínir hér í dag eru þessi 3 punktar, að vaksa inn á við, upp á við og út á við. Hvað að vera lærisveinn Jesú Krist og hvernig lítið það út? Þannig að við skulum byrja upp á við. Þegar við byrjum að pæla í hvað það felur í sér að gera lærisveina, þá verðum við að byrja að pæla í því hvert enda markmið þess Og enda markmiðið á bakvið það að gera lærisveina að ganga með fólki í gegnum lífið og styðja það í því og stuðla að því að það vaxi í ást sinni gagnvart Guði. Það enda markmið þess að gera lærisvein. Að þessi einstaklingur farir frá því að trúa ekki á Guð eða jafnvel hata Guð yfir í að komast á stað þar sem að þessi einstaklingur elskar Guð og vil kynnast Guði betur. Þetta bókstaflega það sem það að vera lærisvein. Því að hér í dag hafa margir misskilið að þegar við förum út og gerir lærisveina þá þýðir það ekki að við erum að búa til fólk sem að lítur út eins og ég. Og því miður hefur við marga að gera þetta. Það eru margir einstaklingar sem vilja vera eins og þessi forstöðumaður eða þessi einstaklingur og þeir reyna að tala eins og hann og haga sér eins og hann og hafa sömu áhugamál og annað eins. Aðalmarkmið okkar í að gera lærisveina að spyrja okkur lærisveina hvers? Jesú Krist. Ekki lærisveina Gunna eða Kollu eða Ragga eða hvað sem það þeir eru fínt fólk en það einn sem mun betri en við öll sem Jesús Kristur. Enda markmið þess að gera lærisveina að fá fólk til að elska og líkjast Jesú Kristi, engum öðrum. En að gera lærisveina getur falið í sér margt og það getur falið í sér að við séum að ganga með fólki í gegnum sorg. Það getur falið í sér að við erum að ganga með fólki í gegnum fögnuð. Það getur falið í sér að við séum að styðja fólk, að uppörva fólk eða áminna fólk. Þetta getur lítið út fyrir að vera einfallega til staðar fyrir þá sem eru kannski þroskaðir í trúnni, að þeir séu tilbúnir að leiðbeina þeim sem eru nýir trúnni og vera tilbúnir að boða trúna sína þar sem að fólk sem trúir ekki. En trúboð til staðar í heiminum í dag því að hjá mörgum lofgjörð sem beinist að hinum eina sanna Guði ekki til staðar. Það eina ástæðan fyrir því að trúboð til staðar.
En eina uppáhaldsköflunum til dæmis að þið farið í Íslands brúðkaup, það eiginlega alltaf talað lesið upp frá 1. Korinthbréfi 13. kafla. Kærleikurinn. Okay? Það aldrei talað tungutalið eða það, en það bara talað hvað kærleikurinn er. En það svo, þegar það kemur að endunum, þá sem ég hef þetta að skrifa þetta niður, en þegar það kemur að endunum, þá það? Spátumsgáfur muni líða undir lok, hvað annað mun líða undir lok? Tungutal mun líða undir lok, en kærleikurinn mun standa eilífð. Þannig að trúboð, hann er að segja spátumsgáfur muni líða undir lok, því að einn daginn þá þurfum við engan til að segja okkur hver Guð er, því að við stöndum fyrir framan Guð. Tungutal, eins og við sjáum þegar þeir fyllast Heilagum Anda, þeir fara út og hvað eru þeir að tala á mismunandi tungumálum, þá eru þeir að segja hversu magnaður Guð er. Og þegar við stöndum frammi fyrir Guð, þá þurfum við ekki þessa hluti. En eitt mun vara eilífð, í himnaríki mun kærleikur alltaf vera til staðar. Og við munum dást að Guði. Þannig að það sem við erum að gera er að leita eftir því að gera eilífa hluti í tímabundnu lífi okkur núna, að vaksa í trú og kærleika. Og það getur litið út fyrir að það sé þannig að verk okkar er að búa til lærisveina, getur falið í sér að boða trúna, að kenna hinum ungu í trúni og að styðja þá þroskuð í trúni. En hérna er aðalmálið, hvað erum við að kenna fólki? Ef við horfum á versin okkar í dag, þá sjáum við að Jesús segir, kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur. Þannig að okkar trú er ekki bara hugmyndafræðileg trú, eitthvað svona, hugmyndafræðilega þá sagði hann þetta, hann er ekki að segja, kenni þeim það sem ég hef kennt ykkur, segi þeim frá því sem ég hef sagt ykkur frá, hann er að segja, kenni þeim að halda það sem ég hef boðið þér, kenni þeim að ekki bara hugsa það hugmyndafræðilega, heldur að leyfa því að færast út í það praktíska, já, það er ekki gott að vera fyrir þetta, að trúin okkar er trú sem að snertir við hug okkar og hjart okkar, en á endanum þá styrkir hún hendur okkar til að lifa trúni út. Til að lifa í þeim raunveruleika sem við segjumst trúa í haustum á okkur og við finnum í hjart okkur, þá styrkast hendur okkar. Okkar trú er mun meira en bara hugmyndafræðileg trú sem er í haustum á okkur, en verður aldrei að neinu meiru. Við eigum að vera að kenna hvort öðru að lifa trúni, að færast frá huga okkar, niður í hjarta okkar og út í hendur okkar. Og þetta er trú sem krefst af okkur að hugsa ekki bara trúna. Elska ekki bara Guð, heldur líka að nota líkama okkar til að þjóna hvert öðru og þjóna Guði sínum vel. Þannig að hvað segir Jesús Kristus? Sá sem elskar mig, hann hlýðir mér, eða gerir það sem ég boða honum. Hann fylgir boðorðum mínum. Ekki vegna skyldu eða sektarkenndar, heldur vegna þeirra ástar, þess kærleik sem við höfum fengið að upplifa, þá færist það frá hjart okkar og út í hendur okkar. En það eru sum orð í þessum versum okkar í dag sem eru oft gleymt þegar við erum að tala um þetta. Orðin eins og allt vald er mér gefið á himni og jörðu, farið því. Eða sjá, ég meður alla daga allt til enda veraldar. Og hugmyndin sem við sjáum er að kraftur þeirra til að fara út og til að gera lærisveina sprettur ekki upp frá þeirra eigin ágæti eða hversu magnaðir persónuleikar þessi er, heldur frá krafti Guðs. Að í gegnum öll þau augnablik þar sem að þú ert að fara að gefast upp, þá getur þú munað eftir þessu loforði Guðs, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og þegar við erum algjörlega örmagna, þá minnum við okkur á þetta verkefni að það er drifið af valdi Jesú Krist sem sendi okkur í þetta verkefni. Þetta er ekki drifið af því hversu mikið þú getur unnið, hversu vel þú getur unnið. Þetta er drifið af þeim sem sendi okkur. Það er ekki bara Guð sem sendir okkur á þetta verkefni, heldur er það Guð sem gefur okkur náð til að klára þetta verkefni. Og ég veit ekki, eins og bara hugsa senastu 5 ár, og hugsa hvað Guð hefur gert hér, að við fáum að vera hér saman í dag, þetta fólk að dvelja orði Guðs, að syngja orð Guðs, er eitthvað sem snertir svo ótrúlega við mér. Þegar ég man bara hversu ógeðslega mörg augnablik að koma upp það sem að ég og Svá voru bara að pæla, kannski borðaði ég bara slæma pítsu þennan dag og þessi tilfinning í maganum á mér að fara að byrja kirkju var bara eitthvað sem að
sem að ég var að hugsa en Guð var ekki að senda mig á. Og þakka Guði í gennum þetta út af því að ég veit að þetta er ekki út af því að við höfum náð að halda okkur á þessum vegi, þetta er út af því að hann hefur veitt náð. Ef þau vilja heyra einn steiktan hlut, þá er það ekki hluti þessari predikun, en ef þau vilja heyra það oftir, þá er eitt augnablik það sem við vorum að keyra henni í hverfinu og það gerist ákveðin hlutir það sem ég var að hugsa henni nákvæmlega saman það. Á ég ekki bara að gefast upp, eigum við ekki bara að hætta þessu og Guð gerir hann að magna hlut sem fær maður bara svona, ok, við höldum áfram, við skulum halda áfram og sjá hvað Guð gerir. Og einhvern veginn hefur þetta allt bara verið þannig. Svo þetta er ekki aðeins hluti af verkefni okkar að þekkja Guð, að vaksa í áskakar Guði, heldur er það líka lykilatriði til að geta gert verkefnið yfir höfuð. En ef við þekkjum ekki hver Guð er, ef við elskum ekki Guð okkar, ef hann hefur ekki endurmyndað okkur og gefið okkur nýtt líf, að þá er atriðið sem skapar samfélag trúara ekki til staðar. Og ef þú ætlar að reyna að útskrifast frá því að þekkja Guð yfir í samfélag trúara, þá getur þú örugglega að byrja að búa til eitthvað svona hóp, einhvern saumahóp eða hvað sem það er og þið getur talað um hlutina, en miðpunktur samfélag trúara er atriðið sem við trúum á, sem er Guð okkar. Og ef við þekkjum ekki Guð, þá er ekki til samfélag trúara. Og ef við þekkjum ekki Guð, þá getur þú ekki útskrifast yfir í trúboð því að þú hefur ekkert að boða. Þú hefur ekkert að segja, þú getur ekki bent á neina von, þú ert bara einhver einstaklingur sem er kannski góður í að tala eða góð í að tala en talar ekki um neitt sérstakt. Svo til að byrja með, til að geta haft grundvöll af öllu því sem við gerum og ástæðuna á bakvið allt það sem við gerum til staðar, þá þurfum við að gefa líf okkur Guði. Þá þurfum við að vera endurmynduð af heilugum anda. Og áður en við förum að kenna öðrum að halda allt það sem Jesús Kristur hefur boðið okkur, þá þurfum við að gefa okkur í að fylgja boðum Krists. Ekki bara hvað hann sagði, heldur hvernig það lítur út að fylgja því sem hann sagði. Sá sem elskar mig fylgir boðum mínum, voru orð Krists. Og þrátt fyrir að vera ófullkominn og að lenda oft á tíðum í því að misti okkur, þá ber okkur að lifa í iðrun. Eitt af því sem að einkennir kristna lífið er ekki fullkomnun, heldur iðrun. Ert þú tilbúin að segja, snúa þér frá syndunum þegar þú lendir í þeim og aftur að Guði, biðja fyrirgefningu og leita hans. Og því miður eru margir sem hafa misskilið þetta. Það er margir fyrir utan kirkjuna sem horfa á kristna sem einhvers konar fólk sem er búin að setja sig á háan stall, heldur að það sé betra en annað fólk. Og því miður eru einhverjir í kirkjunni sem haga sér svona. Þeir setja sig raunverulega á háan stall og benda niður á annar fólk án þess að muna eftir því að þeir voru líka syndarar frelsaðir af náð fyrir trú. Því að þú getur ekki kennt öðrum að fylgja því sem að þú fylgir ekki sjálfur. Þetta er grundvöllurinn að því að geta gert lærisveina. En Guð, hann hefur opinberað sjálfan sig í orði sínu, hann hefur greitt leið svo að við getum komið með djörfung eins og við vorum að lesa áðan fram fyrir hásæti hans í bæn. Hann hefur veitt okkar heilagan anda sem umbreytir okkur, sem styrkir okkur, sem áminnir okkur, sem sannfærir synd og réttlæti og trú. Svo hluti af því að þekka Guð er bæn, tilbeiðsla, samkomuhald og að lesa orð Guðs, en umfram það að eigna okkur raunveruleikann sem allir þessi hluti boðar. Að eigna okkur raunveruleikann á bak við bænina sem ég þarf á Guð að halda. Sem eigna okkur raunveruleikann á bak við reikningarna sem minnir okkur á að hann er skaparinn og við erum sköpun. Og líka eigna okkur raunveruleikann á bak við það sem við erum að gera hér í dag. Hann hefur ekki bara boðið okkur að gera það sem við erum að gera hér í dag, heldur hefur hann notað samfélag trúara til þess að byggja hvort annað upp. Og við færum okkur yfir í samfélag trúara að vaksa inn á við. Og það kemur ekki beint fram í vessinu, en viðbrögð lærisveinanna eins og ég sagði áðan var að fara út og byrja kirkjur hvert sem þeir fóru. En vandamálið með orðið kirkja í dag er að þetta er ekki beint gott orð til að lýsa því hvað kirkja er. Þannig að hversu margir heyra orðið kirkja og þeir hugsa byggingu? Er það einn? Það er einn.
Í alvöru, það? Ok, það eru 3 sem hugsa byggingu. Það alltaf lagi. Ég í mörg ár hugsaði byggingu og ennþá eiginlega út af því að þetta svolítið búið að láta þetta inn í mann að kirkja sé ykkur bygging. En gríska orðið sem notað til að lýsa því hvað kirkja gríska orðið eklísía. Og það sem magnað til dæmis í gömlum íslenskum þýðingum í Biblíunni þegar talað kirkju, þá orðið kirkja ekki notað, það samfélag trúara. Og það miklu betri orð til að lýsa því hvað eklísía Til dæmis Róm myndi nota orðið eklísía til að lýsa ríkisborgurum Rómaveldis í öðrum löndum. Þannig að þegar það varu 500 ríkisborgarar Rómaveldis í einhverju Afríkulandi, að þá myndi þess að þetta eklísía Róma. Þetta það sem Róm Þetta eru okkar sauðir, þetta eru okkar fólk. Og það sem söfnuðu trúara í rauninni að lýsa því að við erum kannski með mismunandi vegabréf hér inn í dag. Við erum kannski með pólsk vegabréf og amerísk vegabréf og bandarísk vegabréf. Eitthvað frá Suður-Ameríku, eitthvað frá Íslandi, Suður-Afríku vegabréf. Við erum með alls konar vegabréf hér inn í dag sem við getum farið að ná í. En á endanum þá þessi vegabréf að segja lítið hver við erum umfram þetta vegabréf, þá ég ríkisborgari himnaríkis. Það það sem einkennir mig og það sem söfnuður trúara þetta orðið eklísía ekki að tala bygginguna sem fólkið hittist í, heldur hvaða fólk komið saman. Það ríkisborgarar himnaríkis. En þegar þú byrjar að þekka Guð meir, þá byrjar þú að sjá að Guð elskar kirkjuna sína. Og margir segja að kirkjan sé full af hræsnurum og ég segi, þú ert velkomin líka. Við getum alltaf bætt við okkur hræsnurum. Og það satt að mörgu leyti, það fullt af hræsnurum í kirkjunni. En fólk sem hefur verið frelsað fyrir trú. Og því miður þá margt sem kirkjan hefur gert í gegnum tíðina sem myndi benda til þess að Biblan binda til þess að við séum á röngu oft það sem kirkjan hefur gert. En Biblan talar kirkjuna sem brúður Krist. Þetta mín brúður. Þetta það fólk sem að Guð búinn að binda sig. Þetta ófullkomna fólk, þetta synduga fólk sem hefur frelsað af ná fyrir trú. Þessi flókna flækja sem kirkjan hefur Guð ákveðið að eigna sér og elska. Og þannig að því miður þá það orðið einhvern veginn cool í dag að segja ég elska Guð en svo dissa kirkjuna einhvern veginn. Ég elska Guð en ég þoli ekki aðdáendur hans eða hvað sem það En það mjög erfitt að segja að elska Guð en hata brúður hans. Rétt eins og ef þú myndir koma og við höfum ekki hist á þér og þú segir, Gunni, ég fíla þig í botn, mér langar að vera vinur þinn, mér langar að vera hluta af lífinu þínu, en ég hata kona þína, mér langar aldrei að hitta hann aftur, mér langar ekki að heyra hann að tala. Þá orðið vandamál, ég veit að hún önnur persóna, en það orðið vandamál okkar á milli. Ef þú ætlar að koma til mín og segja, ég fíla þig, mér langar að hanga með þér, en ég hata kona þína, þá það vandamál. En því miður það orðið töff í dag að segja, ég elska Jesú, en ég þoli ekki kirkjuna. Og ég veit að kirkjan ófullkomin. Ég veit að hún búin til af fólki sem frelsað að ná fyrir trú en ekki fullkomið. En á sama tíma Guð elskar þessi kirkju og segir, ég bundin þessari kirkju. Og því meira sem ég byrja að fatta kærleik Guðs, þá ætti kærleikur minn gagnvart jafnvel ófullkominni kirkju að vaksa líka. En svo orð í versunum hér í dag sem ekki hægt að uppfylla nema fyrir samfélag trúara. Spurðu sjálfa þig til dæmis, hvernig ætlar þú að skýra í nafni föðurs og sonas og heilags anda án þess að eiga samfélag við þetta fólk sem komið til trúar? Hvernig ætlar þú að kenna þeim að halda allt það sem að Jesús Kristur hefur boðið þeim án þess að vera hluti af lífum þeirra? Þessi orð eru gefin af Guði ekki aðeins fyrir postulana sem heyrðu þau eða jafnvel einhverja trúa leiðtoga heldur fyrir alla kristna. Þess vegna fíla ég ekki sumar kirkjudeildir til dæmis halda ég það að bara forstöðumenn eða prestar eða eitthvað svoleiðis eigi að vera að skýra. Það ekkert svoleiðis sem kemur fram í Biblíunni. Það sem ég elska að sjá til dæmis þegar einhverju hefur komið til trúar í gegnum vin sinn sem var til staðar í lífi þeirra í 1 eða 2 ár að segja þeim frá trúnni og sjá þann einstakling fá
að skýra vin sinn sem loksins komið til trúar eitthvað ótrúlega magnað. Ég alveg til í að skýra fólk, en á sama tíma eitthvað ótrúlega magnað við að sjá það eiga sér stað. Þess vegna, en ég tel að það vera rétt að þú ættir, þegar þú skýrist, að þú ættir að gerast meðlimur í kirkju, því að enda markmið þitt ekki bara að skýrast, heldur líka að læra að halda því sem að Jesús Kristur hefur boðið. Að þú tengist samfélagi sem styður þig í því. Til dæmis lesum í Efesubrefi 4, hvernig Páll talar þessa hluti. Hann segir, ég, bandingi vegna Drottins, áminni ykkur þess vegna að hegða ykkur svo sem samboðið þeirri köllun sem þér hafi hlotið. Verið í hvívetna lítillátir og hóværið, verið þolinmóðir, langlyndir og umbyrðið hver annan í kærleika, kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins, einn líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaðir til einnar vonar, einn Drottinn, einn trú, einn skýr, einn Guð og Faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Það ógeðslega flott vers. En þessi trú okkar persónuleg trú en ekki einstaklingsbundin trú. Í henni þá færð þú þennan magnaða Guð en þú færð líka brúður Guðs. En hér áminning fyrir okkur þegar við lesum textan hér í dag, til dæmis í Efesusbréfinu, að vera þolinmóð, að vera langlynd, að vera umberandi, að vera með kærleika, að varðveita eininguna og svo framvegis, þá það augljóst að þetta ekki hægt að gera ef þú ert einsmanna leið. Ef þú ert svona eyja út af fyrir þig og þú vilt ekkert með aðra að hafa. Það augljóst að þessi trú sköpuð til þess að vera í samfélagi við aðra. En hér áminning fyrir sérstaklega karlmennina í kirkjunni okkar í dag. Ég ekki að segja þið karlmenn, ég að segja við karlmenn í kirkjunni hér í dag. Og örugglega eitthvað á konunum okkar líka, að við verðum að vera með líf sem opin fyrir hvort öðru. Og ég veit svona, það einn greið extrovert í kirkjunni okkar og restin af köllunum bara kallar sem vilja vera í horni ykkur staðar og greið raggi. Gott að hafa Guðrúnu til þess að klappa sér allavega á öxlina. En það ekki nóg að leyfa bara að segja, ég ætla að lifa minni trú einn og einsamall. Því að orð Guðs segir okkur ekki að gera það. Við verðum að læra að halda ekki bara inni öllum vandamálum okkar þar til allt springur í loft upp. Það eitthvað sem ég fengið að upplifa nóg á seinustu 5 árum. Það sem við gerum þegar einhver gerist meðlimur við erum sammála hvað við ætlum að gera saman og hluti af því að vera meðlimur að ég ætla að hafa líf mitt opið fyrir öðrum til þess að koma inn og vera hluti af því og ég ætla að vera tilbúin að vera hluti af öðrum einstaklingum. En það sem ég hef gert, sérstaklega með karlmenn í þessari kirkju yfir árin, að það ekkert vandamál og svo springur allt í loft upp. Alltaf þegar kom vandamáli upp, þá það þegar allt búið að springa og bitarnir eru of smáir til þess að láta aftur saman. Og þá ertu bara búin að gefast upp og þú ert farin og þú ert bara að segja bæ á leiðinu út. Bara þetta vandamáli mitt, bæ, ég er farin. Ég held að konurnar í kirkjunni eru miklu betri í að deila með hvort öðru, segja hvað það sem að hugsa, hvað þær eru að ganga gennum og annað eins en kallanir og einhverjar konur, við verðum að taka þessu til okkar. Við erum kirkja það sem að það í góðu að vera ekki með allt í góðu. En við erum líka kirkja sem trúið því að Guð elskar okkur nóg til að skilja okkur ekki bara eftir í því ástandi, hann helgar okkur í gennum trúagöngu okkar. Og við erum kirkja sem trúið því að eina af helstum leiðum sem Guð notar til að breyta okkur samfélag okkar við hvort annað. Eins og járn brýnir járn, þannig brýnir maður annan mann, segir orðskveinir, eitthvað staðar. Í seinasta lagi þá það verkefni okkar að fara út og gera alla þjóðir að lærisveinum. Þannig að það augljóst í textunum okkar í dag, farið út og gera alla þjóðir að lærisveinum. Og til að ná til þjóðana, sérstaklega í nútíma samhengi, þá byrjar það á því að ná til okkar þjóðar. Til dæmis horfðu á herbergi okkar í dag. Það ótrúlega mikið, við byrjum þessa kirkju og ég held að við myndum öll vera bara svona svipuðum nótum og okkur svona, svo byrja allt að tekja inn fólk frá Suður Afríku og Írlandi og Ekvador og hvaða fleiri lönd í henni, Pólandi, Ghana, eitthvað fleiri lönd? Já, það eru einhver lönd, Bandaríkjunum og annað eins, Catherine var frá Kanada og
Allt í einu er komin þessi fjölskylda og við erum kannski ekki tengd blóði, en við erum samt tengd blóði í Jesú Krist. Og í seinasta lagi þá, en við búum í þessu nútíma samhengi, þar sem að þjóðirnar eru bókstaflega meðal okkar. Það sem að það getur borgað sig ótrúlega, eins og þegar eþjópíski, hvað er unik á íslensku? Geldingurinn. Eþjópíski geldungurinn. Er það þannig í Biblíunni, alveg? Geldungur, ok. Þetta er nýja þýðingin greinilega. Nei, ég er ekki ok. En hann að eþjópíski geldungurinn er hann að keyra og allt í einu heyrir hann fagnaðarerindið og hann fer til Eþjópíu með fagnaðarerindið með sér og það er fullkomið tækifæri fyrir það í nútíma samfélagi. Það er ekki bara þeir hátt settu sem þessi geldungur var, hann var áhrifin fyrir drottninguna og að hluta til bara það örugglega ástæði fyrir því að hann var geldur út af því að þú varst að vinna í kringum drottninguna. Hann var hátt settur í sínu samfélagi, en nú eru allir. Það eru allir allstaðar. Þetta er fullkomið tækifæri. Ef einhverju hér í 2 ár, til dæmis í háskólanum, segja þeim frá því sem trú okkar segir. Sýna þeim hvernig á að lifa samkvæmt henni og svo fara þau heim. Og þeir eru trúboðar. En svo er það líka kannski að einhverju hér inni eigi að vera að biðja yfir því hvert á ég að fara. Kannski hér á Íslandi, kannski til Akureyrar eða Ísafjarðar eða hvað sem er, eða kannski til annarra landa. Og fyrir einhverja, eins og ég sagði þá felur þetta í sér ekki bara að taka að sér þá sem eru ungir í trúna og hjálpa þeim að elska Jesú og líkast honum, þetta er líka trúboð. Og þessi trú okkar er trú hjartans. Þetta er ekki ytri gjörðir heldur það hjarta sem fær þig til að gera það sem þú gerir. Eins og J.C. Ryle nefndi fyrir löngu, þessi heimslega kristni trú sem er vinsæl í dag, trú sem krefst ekkit af þér, móðgar engan, stendur ekki fyrir neitt, kostar þig ekkert og er einskis fyrir því. En okkar verkefni er ekki bara að fá fólk til að mæta á samkomur, heldur að fylgja Jesú Kristi sem kostar eitthvað. Eins og Mattheus 16:24 segir, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki upp krossinn og fylgi mér. Og ég veit að við ímyndum okkur, kross er orðið eitthvað svona romantíst í okkar huga, en ef þú ert með hálsmenni sem er með kross eða eyrnalokka eða eitthvað svoleiðis, þá var þetta búnaður til að drepa fólk í gamla daga. Þetta var þess að búnaður ekki bara til að drepa fólk, heldur til að niðurlægja það og pynta það á meðan það var að deyja. Þannig að þessi hugmynd sem Jesús Kristur gefur, takið upp krossi okkar og fylgið mér, í þá daga var ekkert rosalega flott hugmynd. Út af því að þeir höfðu séð krossfestingu eiga sér stað. Þeir vissu hvað það þýddi þegar þú sást einhvern labbandi með kross. Þessi maður var dauður maður gangandi. Hann segir, komdu, afneitaðu sjálf þér, deytu sjálfa þig og fylgdu mér. En að gera lærisveina er ekki fyrir þá fullkomnu. Ef svo að væri, þá var aðeins Jesús Kristur hæfur í það starfa að gera lærisveina. Þetta er ekki fyrir þá sem hafa lært allt nú þegar, heldur fyrir þá sem eru að læra að betur fylgja Kristi og segja við aðra, eltu mig svo lengi sem ég elti Krist. Og ef ég elti ekki Krist, þá skaltu elta Krist. Einn helsti hópur sem kristin einstaklingar horfa framhjá þegar það kemur að því að gera lærisveina er eigið heimili. Ef þú ert með börn á heimilinu, ert að deila trúniðinu með börnunum. Það er í lagi til dæmis að biðja börnin sín afsökunar þegar þú hefur gert eitthvað rangt. Getur í verki sýnt þeim hvernig yðrun lítur út. Getur í verki sýnt þeim að þú líka ert ófullkominn, ert ekki að reyna að frelsa þig fyrir verk, heldur ert þakklátur eða þakklátt fyrir það að Jesús Kristur hefur líka dáið fyrir þetta heimskulega atriði sem ég gerði fyrir 10 mínútum. Fyrsta ábyrgð þinn sem eiginmaður er að leiða konu þína vel, svo börnin þín, þjóna kirkjunni og svo fara út. Og því miður hafa margir trúboðar í gennum tíðina gert hræðilega hluti í því nafni að vera trúboðar. Þeir hafa farið til aðra landa, þeir hafa skilið konuna sinna eftir, sendt börnin sín í svona, hvað heitir þetta, ég skrifa þetta núna, heimavistaskóla í mörg ár þar sem þeir fá ekki að sjá mömmu sinna eða pappa sinn. Í nafni þess að fara út og boða trúna, horfa fram hjá því sem var fyrir fram að þau allan tíman. Börnin þeirra, konan. En eftir allt saman þá setjum við uppi með spurningunum hvernig þetta lítur út að gera lærisveina.
Það lítur út eins og heimavendu húsmóður sem að gera fjall á þvott og segir við aðra konu eða kall, hei, ertu til í að gera þetta með mér? Og svo tala trúna. Þetta lítur eins og biblíulestrarhópar í hádeginu og vinnustað eins og sumir hafa gert í gennum tíðina, ekki tíðkast mikið hér á landi, eða 2 einstaklingar sem sitja yfir kaffibolla á kaffihúsinu. Þetta getur lítið út eins og einstaklingur sem að kenna hóp af fólki eða 2 einstaklingar sem að syrgja saman eða að fagna saman. Og það lítur út eins og venjulegi dagur sem samtvinnaður yfir hinu náttúrulega. Og hvað gefur okkur þessa hugmynd að gera lærisveina? Það er Jesús Kristur. Hann eytti lífi sínu með lærisveinum sínum. Það sem við sjáum að það voru svona hringir. Það voru þessi 3 lærisveinar sem fengu að vera hluti af eiginlega öllu sem Jesús gerði. Svo voru það 12 lærisveinar. Svo allt í einu í Lúkasarkapitel 10. kapla komu allt í einu bara 72 lærisveinar og þau aldrei nefnt þá aftur, bara koma og svo bara, ok, hvaðan komu þeir? Svo allt í einu þegar Jesús Kristur stiginn upp til himna og hann búinn að segja þessa hluti og þá eru 120 lærisveinar komin í lofstofuna að biðja fyrir heilugum anda. Þannig að fyrir okkur þá kannski snýst þetta aðalega að spyrja, er einhverjir einstaklingar sem að ég get bara deilt lífið mínu með og sýnt þeim hvernig það lítur út að fylgja Kristi og leitast eftir tækifærum til þess að segja hvað Kristur hefur kennt mér. Kannski er það einstaklingur sem til í að heyra þessu hluti og kannski er það einstaklingur sem þolir ekki og svo tala trúna og þá þarf þetta bara að lifa trúni. Reyna þegar tækifæri gefst að deila trúni, að biðja fyrir þeim einstaklinga, að Guð mæti þeim, en að lifa. Ég hugsa til þess til dæmis það sem Guð sagði við í Ísraelsmenn hvernig það leit út fyrir þá þjóð að kenna fólki hver Guð er. Í 5. Mósebók 7. kapla, vers 6-9, þá segir Guð, þessi orð sem ég hef boðið þér hér í dag skaltu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum. Þú skalt hafa þau yfir þegar þú situr heima og þegar þú ert á faraldsfæti, þegar þú leggst til svefns og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau sem tákn á hönd þína og hafa þau sem merkja milli auga þína. Þú skrifa þau niður á distaf hús þíns og borgarhliðin þín. Annar staður í 5. Mósebók sem segir, hei, þegar þú ert labbandi, þú ert liggjandi, hvað sem þú ert að gera, nota þetta tækifæri til þess að kenna börnunum hvernig það lítur út að vera fylgja þessum Guði. Og í nútíma samfélagi þá var mjög öðruvísi. Það var ekki farið í vinnuna frá 9 til 5 á þessum dögum. Heldur varst að vinna með börnunum oftast að kenna þeim hvernig það leit út. En að spyrja okkur hvernig, þegar við erum í skólanum, þegar við erum í vinnunni, þegar við erum í heima, hvernig get ég sýnt þeim hvernig það lítur út að fylgja Kristi? Því að það er það sem að búa til lærisveina snýst og það er hvernig það lítur út. Það lítur út eins og hversdagsleg verkefni þar sem þú leyfir öðrum að sjá og segir öðrum frá hver Jesús Kristur er og hvernig það lítur út að fylgja honum. Okkar markmið sem kirkja er ekki bara að byrja reglulega samkomur eða heimahópa. Þessir samkomur og þessir heimahópar eru gerðir í þeirri von að við þekkjum Guð betur og að við elskum hann meir og að við getum sagt öðrum frá og sýnt þeim komið og lifið með okkur í að elska Guð betur. Og í endan þá erum við ekki að díla við einkennin heldur sjúkdómin oft. Og mér langar að enda þessu að því miður hafa margar kirkjur og margir kennarar látið kristna trú snúast ég var ekki búin að skrifa þetta niður, cognitive behavioral therapy, er það eitthvað íslenskt orð? Hugræna atferlismeðferð. Já, þannig að hugræna atferlismeðferð. Það sem við leitumst eftir því að búa til svona trú sem fylgir ekki Kristi endilega, en sem er bara einhvers konar deismi, þar sem þú trúir á einhvers konar Guð og þú reynir að breyta hvað þú gerir í staðinn fyrir að breyta ástæðuna á af hverju þú gerir hlutina sem þú gerir. Því miður eru margar kirkjur, þrátt fyrir að fagnaðaröfnir kenna okkur það að við erum frelsuð og náð fyrir trú fyrir Jesú Krist, þá hefur það hent inn í það alls konar öðrum hlutum. Já, en þú þarft að gera svona og þú þarft að blanda helgun þar við, en réttlætisverk Guðs og helgunarferlið er ekki samtvinnað. Helgunarferlið gerist eftir að réttlætið er komið. Þannig að af hverju gerum við það sem við gerum? Gerum við góða hluti? Já.
En af hverju? Er það til þess að öðlast réttlæti? Nei, heldur út af því að við nú þegar höfum réttlæti. Við nú þegar höfum Guð sem elskar okkur. Hvernig getum við ekki farið út og elskað aðra? Þannig að skulum biðja að við fáum tækifæri til þess að deila þessu með öðrum, og eitt af því sem við gerum sem kirkja er að hverju sunnudegi þá erum við með brauðsbrotningu sem gerir það að verkum að við minnumst þess sem að Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur. Það sem Jesús Kristur gerði í lofstofunni áður en að hann fór upp til himna og áður en hann dó á krossinum, þá braut hann brauð sem sagði þetta er líkami minn brotinn í ykkar stað, og hann gaf þeim vín og sagði þetta er blóð mitt sem rann í ykkar stað, gerið þetta í minni. Gerið þetta til þess að minnast það sem ég hef gert. Þannig að við viljum gera það sem kirkja og við viljum fara út í vikuna að muna eftir því að hans líkami var brotinn í okkar stað og hans blóð rann í okkar stað og leyfa því verki að drífa okkur í öllu því, að keyra okkur áfram í öllu því sem að við gerum yfir daginn. Þannig að ef þú ert kristinn hér í dag, sem þýðir að þú ert búin að játa Jesú Krist sem frelsara þinn og drottinn, að hann hefur dáið fyrir þína syndir, að þegar þú mætir Guði og dómstóli hans, þá er það eina sem þú bendir á er Jesús Kristur og hans verk, sem þýðir að hann er frelsarinn, og drottinn sem þýðir að þú ert að lifa þínu lífi, að afneita sjálfu þér og fylgja Jesú Kristi. Ef þú ert búin að gera þessa 2 hluti, trúið í hjartanu og játaði með munnum, að þá ert þú kristinn og er velkomin að koma og fagna með okkur því sem Jesús Kristur hefur gert í dag. Ef þú ert ekki kristinn hér inn í dag og vilt tala um það eða eitthvað, þá er ég til staðar eftir á, en þú þarft ekki líða eins og þú eigir að gera þessa hluti. Þannig að við skulum biðja heilaga Faðir, ég þakka þér fyrir náðina og miskunn og trúfesti. Ég þakka þér fyrir það náð að við erum hér í dag 5 árum seinna. Ég þakka þér fyrir allt það sem þú hefur gert og ert að gera og ætlar að gera fyrir okkur. Og ég bið Drottinn að við megum vera fólk sem einkennist af þessari von sem þú hefur gefið okkur, megum við elska þig meira, megum við líkast þér betur, megum við gera þig dýrlegan með öllu okkar lífi, megum við læra dag eftir dag að afneita sjálfum okkur og fylgja þér, og megum við Drottinn hafa augun opin fyrir þeim góðu verkum sem þú hefur áætlað fyrir okkur að gera. Þegar við förum í skólan og vinnuna, þegar við erum heima með börnin og mökum okkar, þegar við erum á kaffihúsum eða að skemmta okkur, megum við leitast eftir því að sjá tækifæri til þess að gera lærisveina. Og megi hið yfirnáttúrulega brjótast inn á okkar venjulega líf með því að taka á sig eilífan tilgang í öllu því sem við gerum. Megum við minnast þess að okkar trú snýst ekki bara það sem við erum að gera hér í dag eða á sunnudögum á milli 1 og 3:30 eða hvað sem það er, Drottinn, megi trú okkar snúast allt okkar líf. Að allt okkar líf þá erum við að afneita sjálfum okkur og fylgja Jesú Kristi, og megum við fagna þegar við komum til himna og við fáum að heyra þessu orð: kom inn í fögnuð Herra þíns, þú góði og trúi þjónn. Megum við vera góðir og trúir þjónar þínir, hvað sem við gerum, hvert sem við förum. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Þannig að þegar þú ert tilbúin og meðan lagið stendur yfir, komdu og brjóttu brauðið, taktu saman og svo skulum við fagna eftir lagið hvað Guð hefur gert fyrir Jesú Krist. Verönd og
Faðir, við þökkum þér fyrir son þinn Jesú Krist, fyrir það blóð sem rann í okkar stað, fyrir það náð sem okkur var veitt þegar við gátum ekki nálgast þig, að þú tók Jesús Kristi á sig hold og dvaldi á meðal okkar og tók á sig þjáningu okkar og synd okkar. Ég bið Drottinn að þessi náð og þeim sem margir hafa notað þennan móðskap til að misnota þessa náð, megum við heyra náð þín og miskunn og leitast eftir því meir og meir að gera þig dýrlegan með öll okkar lífi, með hvernig við lifum, hvað við segjum, hvað við gerum, hvernig við gerum það. Ég bið Drottinn að það sem er einkenni okkar lífi er þakklæti yfir því sem að sonur þinn Jesús Kristur hefur gert í okkar stað. Ég bið Drottinn að þú hjálpur okkur að taka þátt vel í því verkefni sem að þú hefur gefið okkur, sem er að fara út og leyfa öðrum að fá að smakka þessu brauði sem við hefum fengið að smakka. Megum við minnast þess að við erum ekki betra en annað fólk, við erum betlarar að benda öðrum betlarum á hvar brauð er að finna. Og megum við leitast eftir því, megum við hér þegar við minnumst þess það sem krossinn gerði fyrir okkar stað, í okkar stað, megum við fyllast þakklæti, en megum við líka minnast þess hversu magnaður þú ert og okkar stað. Að vera ekki hrokafull, að vera ekki leiðileg, heldur megum við af náð leitast eftir því að segja þér frá. Megum við ekki fórna sannleikanum fyrir náðina, megum við ekki fórna náðinu fyrir sannleikan, megum við leitast eftir því að líkast syni þínum, Jesú Kristi, vel, eins og Jóhannes Guðsson segir, sem kom fullur af náð og sannleik. Ég þakka þér fyrir það blóð sem rann í okkar stað, fyrir þann líkama sem var brotinn fyrir okkur. Í Jesú nafni. Amen. Þegar þið lyftu höndum yðar í átt til mín, þá loka ég augunum og þótt þér biðjið margra bæna þá heyri ég ekki. Hendur yðar eru ataðar blóði. Þvoið yður, hreinsið yður, fjarlægið illverkan yðar frá augum mínum. Hættið að gera illt, lærið að gera gott, leitið réttarins, hjálpið hinum kúaða. Rekið réttar munaðarleysingjans, verjið mál ekkjunnar, komið vér, skulum eigast lög við, segir Drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skuli þær verða hvítar sem mjöll. Og þó að þær séu rauðar sem purpari, skuli þær verða sem ull. Og Jóhannesar Guðspjall 1:29 segir, daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other founts I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow.
Nothing can for sin atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love, rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion for all that He has made. As far as the east is from the west, that's how far He has removed the transgressions from us. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love, rich in love. And the Lord is good to all. He has compassion for all that He has made. As far as the east is from the
Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Amen. Það er bara ótrúlega gott að lofa Guð með ykkur í dag, en það sem ég langar að gera er að minna ykkur á að samkoman er að koma að enda en vikan er rétt að byrja og minna okkur á það verkefni sem að ég held að ég haldi þessu vessi bara hér inn alltaf til þess að þegar við förum út í vikuna við minnumst þess að verkefni okkar er að fara út og gera lærisvinna. Og ég segir, og Jesus kom til þér að tala við og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu, farið því og gerið allar þjóðir að lærisvinnum, skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér. Sjá, ég er með þér alla daga, allt til enda veraldar. Guð bless ykkur og veri með ykkur og leitum sér til tækifærum til þess að segja þeim frá, kenna, áminna og uppbyggja. Amen. Herru, svo er það náttúrulega afmælisvikan okkar, þannig að Gísli ætlar að fara, eins og ég segi hérna, á hoppukastalan þegar við látum hann í gang. Við ætlum að kveikja í grillinu, þannig að það verða pylsur hérna í boði eftir smá. Þannig að ég sagðist alltaf að hitta ykkur hér, en ég ætla að vera hjá grillinu frekar, ef þau viljið koma að spjalla. Þá er ég hjá grillinu.
Citizens and Saints? You should. They're my favorite, all-time favorite, like Christian. They have their own music, or they just do. Yeah, it's pretty. You see, like it's not like. Again, the church I was in Eugene, we don't have our own space, so everything comes up in the morning and everything comes up. Yeah, everything. I'd get there like 7 in the morning. I mean, granted, service starts at 10, so that's different. Yeah, it's just one. So, and we do like, worship sound. So we do practices during the week, but then we'd also do a sound check beforehand. Yeah. We need to get better at stuff like that. I mean, it's also, I don't know, you don't want to like, I don't know, I feel like the style is good for the church and the vibe and the culture of the church. It's like if you start changing things, then it's kind of like, wait, this is more formal than we used to. So, I don't know. Like, I thought it was great. Yeah. No, it was really good. It was such a nice element to have there.